Ég veit að það brosa margir bókaunnendur þessa dagana. Á Selfossi nefnilega bókamarkaður í sumar, allar helgar. Og Bjarni Harðar, bóksali, náttúrulega prímusmótur í þessari útgerð. Sæll Bjarni og velkomin hingað til okkar. Já, takk. Þú stendur fyrir bókamarkaðinum ásamt fleirum. Já, þetta bókabæinn Austanfjalls og Akkurat. bókakaffið sem standa að þessu. Já. Og þið eru til húsa í gamla einskólanum eða leikhúsinu við Sigtún. Akkurat. Þetta bara við hotnið á Krónunni. Þetta eins miðsvæði svo að getur verið á Selfossi. Já, ein helgi búin og hvernig voru viðtökur? Ég hálf feimin við að tala þetta því að það er alltaf viðkvæmt þegar eitthvað gengur vel en ég held að þetta hafi allavega verið heilt vörubretti af bókum sem fór þarna út fyrstu helgina. Það eru þetta svo að það eru allar bækur seldar á 500 kall, nýjar og gamlar. Aha. Og þá þarf auðvitað töluvert magn til að sé einhver eftirtekja upp úr því að selja bækur á 500 kall. En einmitt þetta plan okkar að hafa þetta ódýrt, það gekk upp, það er að segja við seldum miklu meira, miklu fleiri bækur, heldur en til dæmis á sambærilegu markaði sem við heldum í Hveragerði fyrra. Já, einmitt, já. Þar sem að verðið var svona meira bara svona, þar var hver bók verðlögð, núna er þetta bara, það er bara allt á sama verð. Já, og þarna eru góðar bækur eins og sé bæði nýjar og gamlar. Já. Gamlar, og það komið kannski skemmtilega óvart jákvæð viðbröð bóka útgefanda í Reykjavík og víðar. Þegar ég skrifaði þeim og sagði eigið eitthvað sem þið getið látið okkur fá nógu ódýrt til að við getum selta á 500 kall. Já. Og við fengum 200 titla. Ég veit að það er ekki rosalega hátala en það er samt sem áður, það eru 200 titlar af nýjum bókum og þarna eru flottar bækur, þarna eru bæði kiljur, vinsælar glæpakiljur, þarna eru harðspjalda bækur frekar nýlegar. Menn eru auðvitað létt af lagerum og bóka útgáfa þannig að menn lenda alltaf í því að prenta of mikið með einn og einn titil. Og þá er mjög gott með að geta komast inn á svona markað, létt svolítið vel af án þess að þetta sé eitthvað fordæmisgefandi verðið á þessari bók. Hún heldur áfram að vera á fullu verði þegar þessu markaði líkur í verslunum í bænum. Já. Eru útlendingar að koma til ykkar? Aðeins. Við gerðum svona tilraun nú reynir svolítið á það við settum auglýsingu inn á Facebook núna sem að Facebook stjórnunin segir okkur að muni hitta selda okkur það að þeir muni sína þetta öllum sem eru með Facebook og koma á tiltekna staði á Íslandi og það er sjá til hvort að útlendingarnir komið þá við auglýstum að við sem er líka rétt að við séum með töluvert af erlendum titlum í notuðu bókunum erum við með töluvert safn af sérstaklega úr mjög merku engasafni Baldurs Pálmasonar útvarpsmanns sem margt svona eldra fólk mann eftir við keyptum á sínum tíma í bókakafinu við keyptum engasafn hans og hann átti mikið erlendum bókum og þetta er verðlag á erlendum bókum inn á Íslandi, það er ekkert mjög hátt á enskum kiljum, gömlum enskum kiljum þannig eru miklar úrvalsbækur og Íslendingar hafa reyndið að vera að taka mjög vel úr þessu safni. Já, akkurat. Já, þannig að þið látið svona vel af þessu og það verður áfram opið helgina sem ég hönd fer. Já, við erum að fara að opna núna á klukkan 12 á morgun og fyrir fastakúna í bókakaffinu þá er gaman að geta sagt frá því að gömul vinkona okkar Lilja Magnúsdóttir frá Villingaholti sem var bóksali hjá okkur í bókakaffinu lengi vel nokkur ár og er núna búsett á Snæfellsnesi að hún er að koma hérna söður helgina og ætlar að afgreiða morgun og það verður skemmtilegir endurfundi margra sem geta farið og hitt Lilju því að hún er manna skemmtilegust og það er mikið af við erum búin að bera þarna inn mikið af bókum það þarf að bera jafn mikið inn eins og borðið út við erum búin að vera að bæta mikið á bæði nýjum og gömlum þannig að þetta er mikið annar markaðu núna heldur en var síðustu helgi og þannig verður það auðvitað vera hverja helgi. Já, þú getur alltaf verið að finna eitthvað nýtt. Alltaf verið að finna eitthvað nýtt og við viljum alltaf bæta aðeins við stækkan aðeins, það er lengi hægt að tróða í leikhúsið, þetta er gríðarlega stór bygging og mikil og reynir af sér og mögnuð bygging. Já.
Já, þetta var eins og niðurskóli. Já, og barnaskóli. Og barnaskóli áður og þetta hús er náttúrulega svolítið eins og það sé sko, eins og Lína Langsokkur hafi hannað, það er svo ævintýralegt. Já, akkurat. Já, Bjarni, bókamarkaður á morgun, önnur helgin, klukkan 12 á hádegi og stendur föstudag, laugardag og sunnudag og þannig verður það áfram næstu helgar í júli og fram í miðjan ágúst. Fram í miðjan ágúst. Hættum 14. ágúst. Alltaf opið 12 til 6. Já. Og mikið stuð. Mikið stuð. Alla bækur á 500 krónur, hvort sem þeir gamlar eða nýjar. Takk fyrir komuna og gangiði vel. Takk.